fyrir hönd Keilis þá höfum við verið að vinna verkefninu Keilir flugvirkjabúðir sem vinnuheiti á verkefninu og það snýst það að setja á fót nám fyrir flugvirkjanám á Íslandi. Og þetta náttúrulega gömul hugmynd sem hefur verið að þróast og gerjast en var raunverulega ekki tekin neitt mikið áfram. Hver var staða verkefnisins áður en það hlaut styrk frá vaxtarsamningi Suðurnesja? Staða verkefnisins var þannig að hugmyndin var komin í framkvæmd. Það var byrjað að gera viðskiptaáætlanir og annað slíkt, leita samstarfsaðilum, en raunveruleg vinna var ekki komin fast á stað fyrir en vaxtarsamningur kom til sögunar. Hvernig hefur gengið að ná markmiðum og hvernig hefur vaxtarsamningurinn hjálpað ykkur? Sjálfsög hefur vinnan gengið bara þokkalega og styrkurinn gaf verkefninu ákveðinn trúverðugleika og þá breyttist aðeins viðhorf til verkefnisins, það bæði innandyra hjá okkur og út á við. Þetta gaf okkur meiri styrk, við höfum búin að setja ákveðið mikið fjármunum í verkefnið og styrkurinn styrkti við verkefnið og sérstaklega líka með það að ljósi að við vorum komnir á stað raunverulega, fengum opinbera viðurkenningu og samstarfsaðilar voru fúsari til samstarfs við okkur. Hver er staða verkefnisins í dag og hver er framtíðarsýn ykkar? Verkefnið stendur bara vel í dag, síðastliðið haust, þá hófu 28 nemendur námi í flugvirkjun hjá Keili og í samstarfi við Air Service Training sem er helsti okkar samstarfsaðili og við erum bara komnir á fullt, en verkefnið í stanslausri þróun og eru að vinna uppbyggingu og öflun víðari getu til þess að geta kennt námið af fullu innandyra hjá okkur.